Heil og sæl. Nú ætlum við að skoða aðeins mælikvarða og kort, sem sagt landakort eða eitthvað slíkt. Og yfirleitt það svona tvenns konar dæmi sem við þurfum að glíma við. Það að segja það gefin upp einhver lengd á korti og spurt hversu langt þetta í raunveruleikanum. Og svo hins vegar gefin upp einhver vegalengd í raunveruleikanum og spurt hversu langt væri þetta á korti. En fyrst þurfum við þá að vita mælikvarðan á kortinu. Og hann oft gefin upp með tölu, eða sem sagt 1 á móti einhverju tölu. Til dæmis 1 á móti 50.000 eða 1 á móti 100.000 eða eitthvað slíkt. Það örugglega séð þetta í kortabókum eða einhvers staðar annars staðar þegar þið hafa verið að skoða kort, sem við örugglega gerið oft. En einhvað síður, hvað þýðir þessi mælikvarði? Jú, hann þýðir að ef ég mæli 1 cm á kortinu, hérna, að þá jafngildir það 50.000 cm í raunveruleikanum. En passið ykkur, þetta ekki bara sentimetrar. Ég gæti líka mælt á kortinu 1 millimetra og það myndi þá vera 50.000 millimetrar í raunveruleikanum. Alltaf það sem ég mæli á kortinu jafn 50.000 sinnum sú vegalengd í raunveruleikanum. Þannig að mælikvarðinn í svarinu, eða mælieiningin fyrirgefið, að hún fer eftir í með hvaða mælieiningu þið byrjið. Þannig að ef þið mælið í millimetrum, reiknið þá fáið þið svar í millimetrum. Ef þið mælið í metrum eða kílómetrum þess vegna, þá fáið þið svar í metrum eða kílómetrum. En skoðum aðeins svona dæmi og þetta svona ágætis þumalputtaregla til að leggja á minnið að ef ég ætla að finna raunverulega lengd, sem sagt mæla eitthvað á korti og athuga hvað það langt í raunveruleikunum, þá hugsa maður að raunveruleikin nú yfirleitt stærri en korti sem maður heldur á. Og þess vegna viljum við stækka töluna sem við mælum, eða stækka töluna sem maður gefin upp á kortinu. Og hvernig stækkum við tölur? Jú, við margföldum. Og þess vegna get ég sett fram regluna hér að raunlengd, lengdin í raun og veru, lengdin á kortinu sinnum mælikvarðinn sjálfur. Þannig ég ætla að margfalda með mælikvarðanum, hérna, sem í þessu tilviki myndi vera 50.000. En tökum eitt svona dæmi. Hér stendur mælikvarð á korti 1 á móti 50.000. Gefið upp á fjarlægð milli tveggja staða á kortinu 6 cm. Hve löng sú vegalengd í raun og veru? Nú, vegalengdin í raunveruleikunum vantarlega lengri en 6 cm. Þannig að ég vil stækka þessa 6 cm og þess vegna ætla ég að margfalda með einmitt 50.000. Og hvað gerist þá? Og þá fæ ég út 300.000. 300.000 hvað? Sentimetra vegna þess að ég byrjaði með sentimetra. Þannig að 6 cm á þessu korti jafngilda 300.000 cm í raunveruleikunum. En ef einhver spyr hvað langt frá Reykjavík til Akureyrar, þá mjög ólíklegt að hann myndi gefa upp svar í sentimetrum. Þannig að við skulum temja okkur það að svara í mælieiningu sem að hentar hverju sinni. Hérna myndi ég til dæmis breyta þessu yfir í kílómetra. Og þess vegna ágætt að rifja upp hvernig breyti ég úr sentimetrum í kílómetra. Jú, þessa töflu eiga allir að kunna. Og þá getið ég annað sett inn í hana eða séð. Ég ætla að færa mig 5 dálka til vinstri. Þannig að ég get byrjað aftast og fært komuna 5 sæti til vinstri. Þannig að þetta þá 3 kílómetrar. Eða eins og, ég held ég hafi sýnt einhverju öðru myndbandi. Ef ég færi mig í þess átt, þá ég að deila. Ef ég færi mig í þess átt eftir töflunni, þá margfalda ég. Og hvort ætla ég að deila margfalda með 10, eða 100, eða 1000 eða einhver öðru. Fjöldi 0 fer alltaf eftir fjölda dálka sem ég hoppa Þannig í þessu tilviki var ég að hoppa 5 dálka og þess vegna ætla ég að deila hérna með 1, 2, 3, 4, 5, svona. Og þegar ég gerir það, þá að sjálfsögðu fæ ég út 3. Og þá ég búin að breyta sig yfir í 3 kílómetra. En aðalatriðið að þið notið sem sagt
þetta sem ég sýndi ykkur hérna áðan, þetta hér. Þetta var svona auka innskot hjá mér með margfölduna eða deilinguna, þegar ég það kunna það. Svona. En snúum núna dæminu við og við ætlum að fara í hina áttina, sem sagt úr raunveruleikanum yfir á kort. Og nú akkurat öfugt að kortið sem við höldum á væntanlega minni heldur en fjarlægð í raun og veru. Og þegar ég ætla að minnka tölu, hvað gerir ég þá? Mikið rétt, ég deili. Þannig að núna, ef ég fæ upp einhverja vegalengd í raunveruleikunum og ætla að setja hana niður á kort, þá deili ég með mælikvarðanum. Kíkjum á dæmi. Hér sagt að við erum aftur með sama kortið, eða kort sem með sama mælikvarða allavega, 1/50.000, og fjarlægð milli einhverja tveggja staða 7 km. Hversu langt væri það á kortinu? Og þá tek ég þessu 7 km og því að kortið minna, þá ætla ég að deila. Og ég deili með mælikvarðanum sem 50.000 og fæ þá 0,00014 km. En eins og í síðasta dæmi að þá væri snirtilegra að gefa þetta svar upp í einhverju öðru en kílómetrum. Þannig að við breytum þessi yfir í viðeigandi mæleiningu sem að hér myndi vera sentimetrar. Og þetta eða geta gert færa komuna 5 sæti eða margfalda þá með 10.000 eða 100.000 fyrir ekki. Og þá fæ ég út að þetta hvorki meira en minna en 14 centimetrar. Og skoðum að lokum hvernig við getum fundið út svona mælikvarða. Nú erum við búin að taka 2 dæmi þar sem mælikvarðin gefin, en ljúkum við svo því að reikna út mælikvarðan. Mælikvarðin sem sagt gefin upp oft 1/einhverju og þá notum við þessa reglu hér. Að mælikvarði fundin með því að taka myndina, sem gæti að vera kort eða mynd af einhverju, og deila með fyrirmyndinni, sem þá fjarlægðin eða það sem teiknaður upp í raun og veru, þessi raunveruleg stærð. Og skoðum aftur hérna dæmi, segjum að bíll sé 3,5 metrar á lengd, í hvaða mælikvarða best að teikna hann ef hann á að passa á blað sem 30 cm langt. Og hér þurfum við að passa ykkur. Við sjáum að mæleiningin fyrir bílinn metrar, en fyrir blaðið sentimetrar. Það náttúrulega stórhættulegt. Við viljum hafa þetta í sömu mæleiningu, þannig að annarkvort breyti þessu hér yfir í metra, eða þá ég breyti þessu hérna yfir í sentimetra. Það skiptir svo sem engu máli hvort ég geri. Við segjum að ég breyti þessu hvorutveggja yfir í metra, nota síðan regluna hér, að mælikvarðin myndin, sem þá myndin sem fer á blaðið, þessi hérna, 0,3 metrar. Það fyrir ofan strikk. Og ég ætla að deila með fyrirmyndinni, sem stærðin á bílnum. Og þá ég komin með mælikvarðan. Og í staðinn fyrir að setja þetta upp sem brot, og þá náttúrulega gæti ég setja þetta upp svona, 0,30 á móti 3,5. Og það semst mælikvarðin sem ég myndi vilja hafa á þessari mynd sem ég teikna. En þið sjáu hér að það sem ég setti upp á að mælikvarði oft 1/einhverju. Þannig hvað get ég gert ef ég vil að þessi tala hérna verði 1? Jú, mikið rétt. Ég deili náttúrulega með 0,3. Því ef ég er með sömu tölu uppi og niðri, þá verður það bara 1 heill. En ef ég ætla að deila með 0,3 hérna vinstra megin, þá sjálfsögðu verð ég að gera það hægra megin líka. En þá fæ ég út 1 á móti og svo reikna ég. Og það var ég búin að gera hérna með betri skrift, sýningu bara hvernig það gert. Ég sem sagt stytti brotið með 0,3 upp og niðri. Þá fæ ég 1 í teljara og get skrifað mælikvarðan þá 1 á móti 11,6. Og það mælikvarðin sem best var að teikna í. En sem fyrr þá komið að lokum hjá okkur og ég kveð í bili. Takk fyrir mig.